Fasteignamarkaðurinn á Akureyri hefur verið líflegur á undanförnum mánuðum og fasteignasalar búast almennt við að svo verði áfram næstu mánuðina að minnstakosti. Arnar, hvers konar eignir eru það sem að seljast helst þá þessa dagana? Það náttúrulega langmest þessar minni íbúðir, 2 og 3 herbergja íbúðir sem eru náttúrulega uppistaðan í þessum markaði, hafa alltaf verið illa og það mikið spurt þær. Og það litla sem kemur inn að það selst bara samstundis nánast. Er þetta þá íbúðir sem eru í nýrri hverfunum eða er þetta allan bæinn? Bæði og, þetta ekkert síður þessar gömlur og þær hafa verið að hækka mjög mikið í verði. Við tökum þeir alveg áberandi hækkun á þessum sérstaklega 2 herbergja íbúðunum í gömlum blokkum sem komin tími á alls viðhald og fleira. En verðið á slíkum íbúðum það er þá vantarlega mjög rokkandi svona eftir aldrei eða hvað? Já, það má segja það. Ég held að það sé óhætt að segja að það 2 herbergja íbúð í svona eldri blokki í dag kostar einhvers kringum 13-14 milljónir. Þetta fáir ekkert undir því. En svo er þetta komið nýjar blokkir upp í næsta hverfi til dæmis, þar sem verðið voru talsvert annað, þannig því að vera og yfir 20 milljónir. Er nógu mikið byggt á Akureyri? Maður sér krana svona í nýrri hverfunum en stundum heyrir maður því flýtt að það sé ekki nógu mikið byggt. Já, hvenær nóg? Ég veit það ekki. Það er dálítið tíð í pípunum núna. Það er framundan bygging á allnokkrum fjölbýlishúsum í Naustahverfi og þar eru íbúðir af flest öllum stærðum. En fólk sem kemur til þín, hvernig gengur því að fjármagna kaupin? Þetta svona í flestum tilvikum þá er þetta svona stærstu viðskipti sem að fólk á ævinni, það eru fasteignakaup. Jú, og mikið til tekja láni. Það hefur gengið, finnst mér bara bærilega vel þess dagana. Það bankarnir virðast vera opnir, það er engin skortur þar og það sem við sáum hér fyrir kannski nokkrum mánuðum síðan að fólk áttu erfitt með að standa greiðslum á tóna slíkt, það virðist ekki vera teljandi vandamál í dag. En er reglan ennþá, 90% lána eitthvað svoleiðis? Svona 80-90 já, og vel meira ef að menn eru lagnir. En fólk getur valið hvort það tekur óverðtryggð lán eða verðtryggð. Hvað heyrist þér svona á fólki? Það skiptir svolítið í tvennt, sko. Mér finnst eins og yngra fólkið sem svona allavega vel menntað ungt fólk sem hefur ágætis tekjur og getur brugðist þá við sveiflum. Það tekur frekar óverðtryggðu lánin. Svo náttúrulega sumir sem kjósa bara þægilega á borgun og horfa á lánin sín hækka. Þeir taka verðtryggðu lánin. En er ekki hægt að skipta þessu í tvennt einhvern veginn? Jú, það allt til í þessu. Það óverðtryggð og verðtryggð og fastir vextir og breytilegir og það reynt að púsla þessu saman eins og maður vilja. En fólk þarf svona að spá og spekulera hvað þetta allt saman varðar. Já, og eins og þú sagðir, þetta stærstu viðskipti sem við eiga og mjög æskilegt að menn svona taki lítið skref í einu og hugsi vel hvernig ástandið verður eftir hugsanlega nokkur ár. En hvað með þessa svokölluðu fjárfesta, eru þeir að kaupa fasteignir til þess þá, til dæmis að leigja svo út og bara ávaxta sitt fé? Jú, það er alltaf svolítið það. Peningar hafa nú þá náttúru að þeir lita þangað sem þeir gefa ávöxtun og vissulega talsvert af svona fólki á ferðinni og það hefur ekki þótt allavega mjög fýsilegt síðustu mánuði og ára að geyma peninga á bankareikningum. Og margt af því fólki sem álaust fé hefur verið að setja þetta í fasteignir, augljóslega. Og er það fýsilegt hérna á Akureyri þá núna? Já, ég held að það sé ekki slæmur kostur. Hér leiguverð hefur hækkað skarpt og virðist vera gall allavega að fara langt í það standandi fjárfestingu í gamalli íbúð. Ég ekki sem að sé jafngálið í nýju en svona ef þú nærður svo góðu verði þá kannski sleppar það þér hótt. En hvað sýnist þér næstu mánuðina? Sér þú fram á miklar hækkanir? Það nú alltaf svolítið erfitt að spá það. Ég hef trú á að þetta haldi áfram að hækka eitthvað. Hversu mikið er ómögulegt að segja en ég sé enga ástæðu til þess að ætla að þetta fasteignaverð sé að ganga tilbaka. Ég hef enga trú á því. Bara með það sem þó í gangi hér á þessu svæði. Nú uppbygging hafin á Húsavík og víðar
og öll þessi verkefni þau skapa vinnu og fólk þarf einhvers staðar að búa og allavega held ég að Akureyringur fækki nú ekki og fjölgar hægt en fjölgar þó. Ertu þá að tala bæði og þessar svona minni íbúðir og svo upp í einbýlishús? Já, ég held að það sem við sjáum svolítið á markaðinum í dag er þessar samsettu fjölskyldum sem kallað er. Það eru kannski 2 börn hér og 3 börn þar og það þarf að koma þessum börnum öllum fyrir einhvers staðar. Og það er stuðlar náttúrulega að aukinni sölu í þessum stærri eignum. Það urðu nýverið miklar breytingar á reglugerðinni fasteignasölur, hvernig þær starfa? Jú, þetta hefur náttúrulega dálítið áhrif á okkur. Mismikil náttúrulega á þessar stofur eftir hvernig þær eru reknar. Hérna á þessari stofu, þar sem við erum nú bara 2, þar hefur þetta svona kannski minni áhrif heldur en á þær stofu sem stærri eru. Það sem margir sölufulltrúar voru og jáfnvel einn lögfræðingur eða slíkt. En helstu breytingarnar í hverju fólust þær? Þær felast fyrst og fremst í því að löggiltum fasteignasala eru settar miklu stífari skorður varðandi það hvaðan getur látið aðra gera. Hann þarf í raun og veru að sinna mun fleiri hlutum þessa þáttar sjálfur heldur en hann gerði áður. Og það er nú svo sem kannski ekki voðalega mikið breyting hjá okkur. Það hefur verið unnið í þessum anda frekar heldur en hitt. En það eru fleiri breytingar. Það eru breytingar sem snúa að eftirlitsnefnd félagsfasteignasala sem er búið að aftengja við félagi sem slíkt og það er orðið ætti að verða miklu skilvirkara batteri sem að mun þá halda uppi meira eftirliti en áður. Það var hér áður eða fyrir þessar breytingar þá gat nánast hver sem verið í sölumennsku. Já, það voru litla skorður við því, það er rétt og sjálfur sér ekki óeðlilegt í það, menn reyni að vanda til verka og reyna að sjá þess að séu hæfir menn við störf í þessu. Þetta náttúrulega eru miklir hagsmunir undir og það er bara að hafa það í huga. En nú er það þannig hérna á Íslandi minnsta kosti að fasteignasalar þeir eru í raun og veru bæði fulltrúar kaupanda og seljanda. Jú, þetta hefur verið gagnrýnt, þetta hefur komið mjög af mörgum og býður upp á ákveðin óþægindi. Ég held að sé mjög fá ríki í heiminu sem hafa þetta saman fyrirkomulag. Víðast hvar erlendis þá eru kaupandi annars vegar með sinn mann og seljandinn hins vegar. Okkur er hins vegar uppáhaldt að vera hlutlausir, við erum ekki taka afstöðu og við erum að liðsinna báðum aðilum jafnt. Það er augljóslega hagsmunir. En þið reynið að standa ykkur? Við reynum það, eins og alltaf. En núna þegar það er verið að sigla inn í veturinn, hvaða árstími er líflegastur í fasteignaviðskiptum? Það er haustið er oft gott, mjög gott og fram undir jólaföstu og síðan hafa komið oft mjög góðir sprettir í byrjun árs og fram undir sumarfríið. Það er eiginlega, má segja, rólegasti tíminn er kannski júlí og fram yfir verslunarmannahelgi. En ef einhver kemur núna inn til þín með sölu á 2 til 3 herbergja íbúð, þá ertu bara búin að selja hana fyrir lok vikunar? Ég myndi lofa því, allavega fyrir lok vikunar.